áfram höldum með smjörið í föstudagsþættinum og nú ætlum við að forvitnast aðeins Blankiflúr eða Ingu Birnu Friðjónsdóttur tónlistarkonu, velkomin. Takk fyrir. Ef að byrja að útskýra þess nafnið Blankiflúr, þetta svona listamannanafnið þitt, eða ekki? Jú, þetta listamannanafn. Hvaðan kemur það? Ég var í menntaskólanum á Akureyri. Já. Og á fyrsta ári þar lásum við riddarasögur. Já. Og ég veit ekki alveg, við lásum flórasögu og Blankiflúr. Og þar sá ég þetta nafn. Já. Og ég einhvern veginn bara, það festist bara hjá mér. Og mér fannst það svo fallegt. Það var viss svona, ekki of kvennlegt. Það er svo skrítið. En já, er þetta kvennkarakter? Þetta er kvennkarakter. Og þetta þýðir þetta er Blankiflúr, þetta er svona, þetta er hvít blóm En og í kjölfarið þá var ég með blogg sem hét, Blankiflur. Og hvað varst að blogga? Já, það var nú bara svona eitthvað drama, Það var ekkert vit í því hjá mér. En og svo hefur það svona fylgt mér. Mér er alltaf þótt vænt þetta. Já. Og svo þegar það kom svona að þessu að fara að gefa út músíkina sem ég er búin að vinna að þá bara, mér langaði frekar að nota eitthvað nafn. Sem að er meira verkefni heldur en já, vegna sem ég vil geta svona haldið aðeins í því út fyrir svona, já. Fyrir sjálfaði prívat kannski. Já, ég er ekki að segja gera það út af því að ég er að passa mig að verða ekki eitthvað ófræg og vil halda, ég er ekki að segja sér svo leis. En það er bara eitthvað við mitt nafn sem var ekki alveg hitta í mark. Þannig ég þurfti að finna það. Já, mér fannst. Þannig mér fannst ég þurfa að finna eitthvað annað. En við ætlum að forvitnast aðeins meira og svo ætlum við að fara að heyra nýja lagi sem varst að gefa út. Hefur gefið út fleiri lög? Ég hef gefið út eitt lag. Þá var ég í svona bandi, headband. Við vorum í svona smá 80s infused verkefni fyrir 2 árum og þá gáði þetta eitt lag. En þetta er svona tónlistarferill að svona svolítið í startálunum hér. Og hver er svona þinn grunnur? Ertu búin að undirbúta lengi? Þú syngur? Já. Hefur verið að læra að sönga eða hefur þetta bara verið eitthvað svona? Já, ég 2016 fer ég í Complete Vocal Studio heima og þá einhvern veginn, það var bara eitthvað sem ég ætlaði mér alltaf að prófa að fara í söngnám. Og svo bara einhvern veginn vatt það upp á sig og ég fór á lagasmíðanámskeið og 2018 er ég búin að segja mér mitt fyrsta lag og ég er bara heyrði best að gefa því séns og fara með það í stúdíó og þá kynntist ég Stefán Erni, Studio Bambus og við einhvern veginn bara á endanum erum við komið með heila plötu og hann sem betur fyrir spilar á allt bara út af að ég einhvern veginn dett bara inn í þetta. Þú sem að syngja? Já, og semja. Og semja, Sem það bara tekur upp sönginin, já. Þetta er svolítið svona, manni finnst þetta kannski smá svindl, en samt er þetta náttúrulega bara hugmynd og ég er alveg rosa mikið innvolverið í pródúksjónuna. Mér finnst það geggja gaman að vera í stúdíónu og vinna og ná upp einhverju í pródúksjónu. Sem að tengja það eins við Sauðárkrók, það ekki? Jú. Ertu ekki það? Jú. En þú býrð hvar núna? Ég býr Reykjavík núna. Og ertu á smá svona ferðalagi, bara keyra í bílnuðinum og svo ekki nóg með það, þá ertu líka bara stundum að stoppa bílinn og hlaupa eitthvað. Þú ert svolítið að hlaupa. Já, jú. Hvað er það? Með gallanum þessum er bara að hlaupa útivistadót, Þannig að það er orkan kemur þaðan. Úr náttúrunni. Og hefur alltaf verið að hlaupa og íþróttum og svona? Ég var alltaf í fótbolta. Þangað til, við erum Íslandsmeistari í Stjörnunni. Ég var í því. Varstu að spá ég að vera fótbolta bara að 2 manneskja? Það var, alveg eins. Ég hef alltaf verið að leita svolítið að mínum vettvangi. Nú ertu kannski búin að finna fjölnöðina? Já, ég held það. Takk hérlega fyrir að koma og segja okkur örstutt frá Blankiflúr og sjálfriðir og nú ætlum við að fá kannski þig til að kynna lagi sem við fáum að heyra hérna eftir. Já, þetta er lag sem ég sem þegar ég er einmitt í útivist í Skagafirðinum fallega og heitir Above a Fall, ég sem á ensku og þetta er svona bara smá óður til náttúrunar og til náttúrunar og svona óskonar sem að ég næja að taka úr henni allavega. Þakka kærlega fyrir að koma í föstudagsþáttinn Blankiflúr eða Inga Birna
og gangið vel. Takk fyrir. Og nú ætlum við að fara að sjá nýja lagið hennar Above a Fall. Og hér á eftir minnum við á Geirmund Valtýsson á Græna hattinum. Takk kærlega fyrir að horfa. Sjáumst aftur á viku liðinni. Verið sæl.